Herra, sigur á meistaravöllum í kvöld, hvað að skapa þetta fyrir ykkur, finnst þér? Þú veist, ég veit ekki alveg hvað að skapa þetta. Þetta beint, kannski bara, við gátum hlaupið á aðeins fleiri löppum og hérna, þú veist, við erum að æfa oftar í viku heldur en margir af þessum strákum. Það var ekki mikið merkilegra það. Smá svona, ég finnst þegar við erum búin að spila okkar besta leik, þá finnst mér við búin að spila besta allra liðið í deildinni. En þetta er svona 2,5 leikur núna þar sem að við líkumst ekki sjálfum okkur og það er svona smá ágefni, en það er alltaf gaman og gott að vinna. KF í svona hinum enda töflunar með við ykkur fyrir hennar leik, en samsvöru eins og sást kannski hérna í kvöld að ég meina það má ekki mikið út að breiða fyrir... Nei, og bara hérna klassísk skilur, þú veist, það vantar Lars og við fréttum það rétt fyrir leik og þá einhvern veginn svona er eins og tennurnar hægt að vera beittar sko og fólk, mig grunar kannski að fólk ætli sér að koma inn í leikinn og gera svolítið stóra hluti, kannski frekar en að ætla liðinu að gera réttu hlutina og hérna, en þú veist, það eru forréttindi að vinna leiki og kannski læra í leiðinni, þannig að hérna, þú veist, ég tek því. 6-0 ef við skekjar ekki eftir þennan leik, hvað er langt í að við getum farið að tala um að því þjálfarateymið sé að leyfa Kópavoginum að dreyma? Ég stýri ekkert hvað þið talið sko. Eins og við erum að trenda núna, þú veist, þá styttist í mögulega fyrsta áfallið eins og Ali sagði sko, þú veist bara því fleiri sem ég róta þeim styttir í tapi. Þannig að við þurfum aðeins að skerpa á hlutunum. Við erum núna á leiðin í svolítið erfiða törn. Það er skallleikirinn á mánudaginn, Haukar á föstudag og gott að það er ekki síðan Höttur í vikuna eftir. Ég held að sé að fara með rétt mál. Ef við förum huggulega í gegnum þá törn, þá máttu segja eitthvað fallið um okkur í hlaðvarpi. Kæra þakkir. Takk.